Þetta Kelly Clarkson með lagið Stronger. What doesn't kill you makes you stronger, segja þér. Og já, ég ætla að vona það sé rétt. Því að, já, ég get orðað þannig að ég sakna Janúarblöð. Björn Bragi, verður velkominn. Takk. Þátturinn F95 Blöður hafið göngu sína þennan mánudaginn. Og já, sunnudaginn hjá mér í gerð var erfiður. Já. Það verður að viðurkennast. Var þetta skrautleg helgi? Nei, ekkert skrauti helgi svo sem, en eina bara að þessi leikur var í hádeginu, Manchester United Liverpool. Já. Og það voru góð úrslit fyrir mig í honum. Já, þannig að þú fagnaðir. Já, og þá maður orðin svona helviti sósaður svona seinnipartinn. Já, ég var búinn að segja við þegar þú varst alltaf að predika um hennan Janúarblöð að þú myndir bara taka út bara tvöfaldan febrúarblöð. Já, ég fann að sakna hann, sko. Það bara þannig. Sakna... Janúarblöð. Já, ég þarf að hendi í massblöð eða eitthvað. Hvernig var helgin þér? Hún var bara hrikalega góð. Ekki? Ljúf. Við vorum hérna að skemmta í Þjóðleikhúsinu í Ísland. Alveg rétt, og hvernig gekk það? Bara frábærar 2 sýningar, tróðfullt og vorum með mitt að bæta við bara sýningu núna næsta föstudag. Þannig að ég ætla að nota aðstöðu mín að benda fólki á að kaupa með á hana. Já, hvað það? Var föstudaginn eða? Næsta föstudag, þetta var alveg frábært stuð og bara ógeðslega gaman, þannig að... Er ekki stemming að fyrir framann svona mikið fólki? Hvað margir í salnum þá? Það voru alveg 500 manns og rétt rúmlega það meira segja held ég. Okay. Þannig að jú, alveg geði, það er gaman að sé, það er svona komin svolítið svona mikil uppistandsmenning. Já. Sem mjög skemmtilegt. Þetta var bara svona eins og í Bretlandi eða Bandaríkjunum. Þetta líka gaman að fara svona á föstudagskvöldi og fá sér bjór fyrir þá sem í því. Já. Ég hættu því persónulega. Já, það er ekki. Þá næsta föstudag. Nei, nú ég hættur. Nú set ég tappan í flöskuna. Þetta er ekki hægt eftir svona laugardag. Hérna, við erum með rosalega þáttir ykkur í dag. Við Björnsi, við erum með, hvað að gerast í Barnalandi. Netmisnotkunin Ingo Veðuguð kemur hingað og ég ætla að vona að hann láti menn heyra því að, eins og flesti vita, það var Eurovision helgina og óska ég Jónsa og Gretu hjartanlega til hamingju með góðan árangur. En þetta eitt af svona, það eitthvað fissið við þetta samt. Þú veist, af hverju ósköpunum erum við með símakostningu? Hún er 50%. Nei, þarna tók ég bara 1000 kall á hendun. Nei, hún gildir helming. Þeir unnu símakostninguna, en vinna samt ekki. Að því að dómnefndin valdi hitlaðið. Það sem bara kjaft. Nei, en veit maður eitthvað hvar dómnefndin setti hitlaðið í röðina, sko? Nei, nákvæmlega, og svo líka en af hverju að vera að kjósa það skiptir ekki máli. Þetta ekki þannig, dómnefndin 50%. Nei, þetta var bull. Og ég ætla Ingo Veðuguð mætir hérna með þetta og við ætlum að ræða þetta við hann. Svo erum við með, netmisnotkunna og fleira. Ég ætla líka að dobla þig til þess að hringi Steinda þetta, ég ætla aðeins að fíblast í honum. Þannig að það er nóg að vera hjá okkur í dag. Herru, okkur heyrist ekki. Með Pitbull og félögum þeirra hlusta F95 Blöð þennan mánudaginn og við Björnsi verðum með ykkur til 6 og erum með, spikfeitan þátt í allan dag. Heldur betur. Þannig að það verður mikið stuð en það er eins og að komið að slúðri. En slúðupakki dagsins eiginlega bara Whitney Houston. Já. En svo flesti vita þá, lést þessi stórkostlega um helgina og sorglegt. Mjög sorglegt. Og hún er enda búin að vera í tómu tjóni svona síðustu ár. Já, svolítið lengi. Já, búin að vera berjast við eiturlyf og einhver svona leiðindi. Já. En þetta er svona, þú veist, þetta er svona mómenta sem þú átt alltaf eftir að muna hvar þú varst þegar þú heyrir þetta. Já. Og ég fór svona, hvar varst þú þegar þú heyrir þetta? Herru, ég var heima hjá mér með nokkrum félögum. Ok. Og við bara fengum allir sjokk og ég fór beint og bara setti I Will Always Love You í botn. Já. Og við föðumst þannig og hlustum á I Will Always Love You. Hvar varstu að vera Michael Jackson? Herru, þá var ég í 10-11. Ok. Og ég man ekki alveg hvað ég var að gera en ég var stoppaðar, ég var með einhverjum félögum að kaupa eitthvað mat. En þú? Þú getur kannski verið að hugsa að hætta að hitta þessa félag, Þetta er alltaf sömu 4 þegar við komum saman, þá deyr einhver frægur. En þegar Jackson var, þá var ég var í póker, eins og var að keppa í pókermót á Guðöldinni. Það kemur óvart. Já, rosalega, og svo í gær var ég bara heima. Líka í póker í ekki gær þetta. En hvað varstu þeirra Díana dó? Var maður ekki bara að vakna eitthvað, dó hún ekki nótt? Var það málið? Ég held það, já, ég man bara eitthvað, mamma sagði mér það þegar ég vaknaði, sko. Já, ég var að Benidorm þá. 18 ára með þykkt og fallet hár og framtíðina fyrir framan. Já, þetta var hann í lok ágúst. Já, og félagarnir að kíkja til Beni. Já, nákvæmlega. En svo vil ég óska Adele hjartanlega til hamingju. Hún tók 6 Grammy-verðlaun í gær og á það fyllilega skilið. Ég held, er hún ekki bara besta söngur í heimi í þetta? Jú, hún er ágætt. En hvar varstu þeirra Patrick Swayze dó? Ég var að hugsa einhvern svona minnafræðan, mér það bara enginn í hug. Nei, þetta er hrikalega sorglegt og ég geti sagt ykkur það að Anna Mjöll, hún reyndar sá hann daginn. Þetta er fréttvíkunar. Já, þetta er inn á df.is og fréttin hljóðar svona: Anna Mjöll sá Whitney og Bobby fyrir viku og voru á veitingastað ásamt dóttirinni.
Þetta hvernig verður þetta frétt? Mér langar svo mikið að vita hvort að hún hafði samband við Djefaf eða sko hvort að þau... Maður veit ekki hvort þið er verra, sko. Því að hún er Anna Mjöll eitthvað á Facebook eða, er hún eitthvað að tjá sig svona eitthvað opinberlega? Ekki svo ég viti. Nei, og þetta er líka sko, ég sá hana á veitingús í Beverly Hills, segir hún, og allt virtist vera í lagi. Þú veist, hefur einhvern tímann séð þessari frétt, herri, ég sá hana fyrir viku og ég bara vissi að hún myndi deyja. Já, ég grunaði að þetta væri svona vika, ég sagði það við manni minn hérna Cal. Hún er ekki meira en viku eftir þessi. Þetta er alveg skelfilegt, greið. Já, þetta er eitthvað, svona fréttir finnst mér alltaf svolítið skrýtnar. Já, og við bara segjum rest in peace Whitney Houston. Ég var einmitt að spila hérna svona í tilefni, henni til heiðurs, þá vorum við með hérna þegar Svessi tók í föstudagslæginu I Will Always Love You. If I should stay I would only be in your way so I'll go but I know you. Sverrir Bergman með I Will Always Love You og það er vel við hæfið að spila þetta lag í dag. Bjössi, hvernig varstu, hann er styttist hérna Ingo Viðurguðjá og ég ætlaði að spyrja, varstu ánægð með Eurovision úrslitin? Ég orðið ekki á neitt þátt. Nei, horfður aldrei á Eurovision? Aldrei. Ok. Ekki ár, sko. Það var 97% af þjóðun held ég horfði á þetta. Ég tilheyri andspyrnunni, 3%. Það ég veit ekki, var þetta ekki allt og að svipa bara? Nei, ég svona, þetta var flott, já, strákunum, blár ópal. Já. Þú sagði þetta með því að það ekki flottlega. Nei, ég sagði það ekki. Nú, já, ok. Ég sagði bara, mér finnst það svona miðlungslag, já. Mér fannst eiginlega, ég hef ekki hlustað mikið á þetta. Ég held ég sé búin að heyra allavega einu sinni hvert lag. Og er ekki Magnalagið best? Jó, Magnalagið var ógeðslega flott. Náttúrulega þessi brandari byrjaði þegar Heppi fór ekki áfram, sko. Og byrjaði þetta að djóka þeim allt saman, sko. Já. Það var ekta Eurovision svona feelingur og... Já. En það var þjóðinn, það var allt vitlaust. Nákvæmlega, Magni líka flottur gaur, sko. Já. En þú veist, ég hef alveg, ég meina, sko, það er eitthvað svona fár núna, allir brjálæðir eitthvað út í lagi sem er að fara út. Já. Þú veist, er þetta ekki bara svona eitthvað Eurovision material einmitt? Jó, mér finnst þetta ágætt, þú veist, hún var hérna einmitt gestur í okkur á föstudaginn, hún Greta. Já, hún er hress. Já, mjög hress og skemmtileg. Jónsi er með lága fitubrústu. Já, Jónsi náttúrulega geti rifið svo ofan þarna. Þau eru bæði, sko, hún var að segja mér hérna þessi Greta sem syngur með honum. Já. Hún er jafn ávirk og hann. Þú veist, ef þau ættu saman bata, það er eins og sjö bæði bara á einhverju, sko. Já, og hvað er þá? Kaffi eða eitthvað. Einhverju good shit kaffi. Einhverju bara mjög good shit kaffi. Ógeðslega sterkur kaffi. Beint frá Kólumbíu. Já, þau náttúrulega, sko, það er skandall ef þau eru, sko, í meira en einni flík. Bæði, af því að þau eru mjög skorin. Þau eru bæði í toppformi, sko. Já, þau eru skorin eins og fransbrauð í bakari. Já, þetta er alvöru. Hún er svona crossfit nutcase, sko. Já, ég held að þjóðin hafi svolítið verið að kjósa þetta eftir fitubróstum. Já, að lægsta fitubróstum vann allavega, það er nokkuð ljóst. Já, og hvað lendi Magni? Hvað var í þriðja seti? Magni var í öðru seti. Nei, blár ópal. Nei, Magni var þá í þriðja seti. Kom það ekkert fram eitthvað hverju var í þriðja? Jú, Magni í þriðja. Mér fannst lægið hans í fyrra ekkert spes, sko, og það var í öðru seti. Já, þetta lag var ógeðslega flott. Já, mér fannst það, sko. En mér finnst að þetta er náttúrulega bara brandari að vera með þessa símakostningu og svo gildir hún ekki. Ég er bara ekki að ná þessu, sko. Er þetta ekki svona í öllum Norðurlöndunum? Jú, mér er alveg saman það, bara sleppa þessu fyrst þetta gildir ekki. Hættu þessu astnalega. Bara djöss kjátt. Nei, ef ég væri í bláum ópal og ég meina Ingo, hann samtinn á lagi og er á leiðinni til okkar, þá væri ég illa svektur. Ég líka, sko, það sem ég fílaði við bláum ópal að ég er að hrifna að senda ungt fólk, sko. Já, en ekki það, veist, sjálfsögðu bara til hamingju Jónsi og hann einmitt komst ekki í dag. Jónsi er náttúrulega á þínum aldri. Já, Jónsi er á toppaldri. Já, þannig að þið eigið að vera að taka þátt í einhver svona, hvað heitir það, kontrapunktur, einhver svona menningarþáttur. Við gömlu kallanir. Já, þú getur verið svona í Mosaic eða einhver svona menningarþáttum. Og þú veist, það er alveg staður fyrir ykkur. Við geðveitt ungur í anda, sko. Salnum í Kópavogi. Hitturum á laugardaginn. Var þetta, virka þetta sem gamalt kall sem þú heitir. Ég eru þvílíku stuði. Já, þetta er flottur. Já, en
hérna Jónsi og Greta eru að hlusta þá sjálfsögðu óskum við ykkur hjartanlega til hamingju og alveg verðugir fulltrúar Íslands að núti. Já, þau eru flott. Já, vona bara hérna að Jónsi, þetta hætti ekki eitthvað Herrar mínir og... Já, vona láti það eiga sig á ensku. Ef ensku. ekki fá Ingo til þess að drulla eins yfir hann hérna eftir og búið til gott útvarp. Já, ég til að láta Ingo líka svona maður, hann segir það sem honum finnst. Já, búið til bíf og eftir. Já, það er búið til bíf og leiðindi. Það er það sem þetta gengur út á. Princess of China með Coldplay og Rihanna. Það var einmitt á Grammy velunum í gær og hrikalega flott. Coldplay og Rihanna, það styttist í gestáttarinn sem er Ingo Veðuguð eða Ingo Idol eins og var alltaf kallaður en hann Hefur ekki taka upp Ingo Idol aftur? Jó, mér finnst það. Ég fann að sakna þess. Hann samdi mitt lagið sem lenti í öðru sæti en vann símakostninguna núna á laugardaginn. Köllum hann bara Ingo Idol á eftir? Ég vona að sé ekki að hlusta núna, ég vona að sé ekki að hlusta á leiðinni til okkar. Eða bara Idol. Já, nákvæmlega. Hann ekki svona eini sem einhvern veginn náði að hrista þetta af sér? Idol Stefán. Nei, hún Heiða líka hérna, hún nú að gera góða hluti. Og Kalli Bjarni. Og Kalli Bjarni, og hvað hérna... Og Jón Sigurðsson líka. Hann er uppáhaldstónlistarmaður minn. 500 kallinn? 500 kallinn. Já, en ég hef ekki séð hann lengi. Hann er uppáhaldstónlistarmaður minn. Já, hann er snillingur, eðaldreikur. Og hérna, en hvað varðum hérna til dæmis, hún Hildurlíf? Nei, hvað heita Hildur Marja? Nei, hvað heitir hún? Hildur Vala. Hildur Vala, já, nákvæmlega, ég var búinn að glemma hvað hún heitir. Ég veit að hérna, hún er náttúrulega með tónlistamannum hérna, honum... Það er svo góður ef þátturinn væri bara svona. Allt niður Þetta er hérna, hann er að koma til okkar hérna í hérna Indriði, nei hérna Ingo Idol. Nei, Hildur, já, maður hefur ekki séð hana lengi. Bubbi vildi meina að hérna Jón Ólafs hefði læst hana inni, sko. Já. Bara eitthvað fritsildæmi, sko. Já, ég bara, varst okkur hún ekkert að syngja lengur, hún var eitthvað öflug. En hérna, fyrst erum komnir aðeins út á þessar Idol-slóðir, það er eitt sem ég verð að nefna. Hérna, þú veist, ég kíkti aðeins á þetta bandaríska Idol sem er núna. Já. Það er svo skemmtilegu munurinn á íslenska Idolinu og bandaríska. Þegar sko íslenska Idolið, þá er þetta alltaf eitthvað, þið eru komin hingað í Austurbæ og þið eruð hópurinn sem fer í Smáralind. Úr Austurbæ í Smáralind. Á meðan sko í bandaríkunum er þetta bara eitthvað, þessi stelpa er búin að búa í tjaldi út í skógi í 4 ár og það er bara að borða baunasúpu í öll mál. Og þetta er eina vonin hennar. Já, og hún er að fara til Hollywood og hún er bara grátandi og öskrandi og bara... Það náði samtalið svona, við fengum alveg grátur og svona í íslenska Idolinu. Já. En ég held að það sé til dæmis ef þú varst keppandi í Idolinu og fórst að grenja, þá var eitthvað, ég held að það sé eitthvað sem þú vilt ekkert sjá í dag. Nei, ég held að Einar Bárðarson sé ekkert að horfa eitthvað á replay af upptökunni þegar hann var í X-Factor að gráta þegar Allan var sendur heim. Það er ekki svalasta moment í íslenska sjónvarpssögu. Nei, en það var, ég minna, hann náttúrulega, veist, held með stráknum og það voru tilfinningar í spilinu. Nei, ég man eftir, það var nettu kjánarollur. En við óskum samt öllum þessum Idol-keppendum. Já, óskum bara hamingjum með góðan árangur í Idol. Já, og vonandi sjáum við meira af þeim, en Ingo, allavega hérna, rétt ákominn, fáum auðlýsingar. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans er Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Taktu þátt í Chicago Town pitsuleiknum, safnaðu númerum sem eru inni í pakkanum og stimplaðu þau inn á chicagotown.com. Fjöldi vinninga í boði fyrir alla þá sem safna nægilega mörgum númerum. Leikurinn stendur til 31. mars. Fáðu þér Chicago Town Deep Dish pitsu í næstu verslun og vertu með í Chicago Town leiknum. Tilboð á stöðunni, tilboð í dekk, smurningu og fleira. Þetta er allt í Orku-appinu. Orkan. Nýtt í bíó, Safe House. Frost is the most dangerous man alive. Mögnuð spennumynd með Denzel Washington og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. You're not gonna get in my head. I'm already in your head. Safe House. I've been waiting a long time for this. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Engar uppskriftir, engar afskriftir, bara bensín og olía. Atlandsolía, lengi lifi samkeppni. 1 SMS í 1917, hraðpenningar.is. Gæðaeftirlit 125 punkta skoðun Toyota. Toyota, betri notaðir bílar. Íslendingar, skorum á Ólaf Ragnar og Dorrit að vera áfram á Bessastöðum. Skráðu þig á slóðina áskorun-til-forseta.is. Stuðningsmenn. FM 95 Blö er í boði.
Nýjan eld syngur Frikki Dór en hingað til okkar Bjössa kominn góður gestur. Eini maðurinn sem búinn að eyða meira í spilakassa heldur en Björn Bragi á Íslandi. Það Ingo Idol, verður velkominn. Hvað segirðu? Herðu, bittur, nú þurf ég að hækka í þér. Það heyrist ekkert í þér, drengur. Tala þú aðeins, Bjössi? Já, við erum hérna stödd með... Ingo var að tala að hann vildi taka upp Ingo Idol nafnið áttur. Já. Hann sem sagt komið með nóga viðguða nafninum. Algjörlega. Og vill rifja Idol árin. Ingoidol.is er að opna þá síðu. Hvort nafni finnst þér svona skemmtilegar? Ingo viðguða, Ingo Idol? Já, Ingo Töframæður. Já, takk fyrir það. Ég finnst skemmtilegast að vera kallaður... Ég er bara Ingo. Já, ertu bara Ingo? Já, alltaf svalt að maður getur verið ein Ingoinn, skilur við. Já, the Ingo. Já, ef þú heyrir til dæmis Björn, þá kveiki ég ekkert á að það sést þú. En ef ég Björn Bragi, þess vegna heiti þú tveim nöfnum. Ég tók upp listamannsnafnið Bragi þegar ég svona byrjaði að koma fyrir fjölmiðlunum, sko. En hvað hérna, nú að segja okkur alveg satt, ertu ekki brjálaður? Fyrir hlustundur að þá samti Ingo lagið Blár Opal. Statu upp heitir lagið. Statu upp, já. Hljómsveitin heitir Blár Opal. Já, með alltaf við fram að það ekki. Þetta einn versti mánudagurinn í útvarpi bara, sko. Hvað hérna, ertu ekki brjálaður? Nei, ég er ekki brjálaður. Víst, þú varst að þetta Þú heldur einhverju kaffi eitthvað. Já, nei. Hvað kallar þér aftur þess að dómnefn? Pappakassan, eitthvað átt að segja? Já, ég myndi að þetta pappakassan. Herru, jú, ég er svona, nei, ég veit ekki alveg hvort getur brjálaður, sko. Það var alveg vita að væri dómnefnd fyrirfram, sko. Já. En hérna, það má kannski að gagnrýna það eftir á. Mér allavega hefur fundist frá upp að það ætti bara að vera símakosning. Já, þetta. En á hverju símakosning ef það gildir ekki, skilur? Já, það er góð punktur, sko. Já. Þetta er Eurovision, ég held nefnilega að máli sé það, dómnefnd sem er valin í Eurovision, þeim sé miklu meira sama Eurovision heldur en fólkinu sem er að velja heim í stofu. Já. Ég held að það eru einhverjir mjög örgulega virtir tónlistamenn eða hvað sem það er, einhverjir virðulegir spekulantar, ekkert að því, sko, þeir eru valdir í dómnefnd fyrir Eurovision. Það held ég að þeir fari heim, búnir að velja og þeim er svona slétt, skilur hver vann, þú veist, þeir völdi eitthvað sem vann. En þú veist, heim í stofu fólki sem er að kjósa, það er passionate fyrir því hver vinnur, sko. Já, keppni í maí, sko. En á það náttúrulega bara gilda, sko. Já, það væri skemmtilegast, en eftir á er erfitt að rífast mikið það, en það er allt vitlaust yfir þessu, mjög margir mjög pirraðir, sko. En veistu eitthvað hverjir í dómnefndinni? Nei, en hérna, ef einhver veit á, má hann ringa inn núna, ef einhver er með... Já, ef einhver veit á, þá er Ingo með 100-áskallin í svörtum póka og... Það var að koma úr gullnáminn í Glæsibæ. Já, við tölum aðeins meira það, spila eitthvað svona. Björn Bragi var nú að vinna í hátteginu í kassa, sýndi mér áðan, bara Cold Hearted Cash, 10 skall. Hvað er þetta leikur sem þú varst að tala um aðan? Sem ég spila alltaf, Texas Tea. Spilaði það ekkert, Ingo? Eru þið konur í námuna? Ég var nú bara í sjoppunni, alveg slagur, sko. Bara puls og kók og svo þúsara, sko. Ég er ekki í námunni. Við fáum ekkert borgað fyrir að vera í útvarpinu, við þurfum að vera í gullnámuna til þess að eiga... Ég get samt sagt eins og þér, ég hætti í kassanum þegar ég var einu sinni stattur. Hvað? Ég elska þegar við höfum að tala um spilakassa sögundaginn. Ég get sagt þetta eins og þér, sko. Ég var, hérna, mómentið þegar ég hætti var þegar ég var komin á, heldur þriðjudagur, klukkan 3, ég átti heima rétt við Kringlunni og rölti yfir í Kringlu og ætlaði að fara á Stjörnutorgið en það var kráinu hliðina á náman og ég ákvað að hendast í námuna og var náttúrulega með fullt af einhverju cash um helgin áður og hérna skellti í kassan og byrjaði að spila og svo moment sem ég ákvað þetta var að kom svona ung hérna svona asísk kona, veit ekki alveg frá hvað hún var, svona Tælandi eða eitthvað slags og baði svona mynd með sér, mynda mig með sér og taggaði mig síðan á Facebook, ég ætla að fjallaði það tagg sko, þannig að ég var svona brosandi með svona eina sem var 1.50 og fyrir aftan mig var hérna pókerkassin í námunni og eitthvað á þriðjudagur bara klukkan 14:40 með að vinur mig var í vinnunni í bankanum sko, þannig að ákvæði bara að vera kannski komið gott á náminu og það voru 3 inni sko. Hittur þú vegginn þá? Já, komið nóg sko. Það kom veggurinn maður. Já, algjörlega, á bátninn. En hvað, hérna, þú ert alltaf í boltanum en það ekki? Varstu þið komin í Víking og hættu þar eða? Svo aftur í Selfoss. Já, en hvað ferði alltaf í einhver líð og svo alltaf aftur í Selfoss? Ég er svona alltaf mjög leitandi, hvað er skemmtilegast Home is where the heart is sko. Ertu að fluttur aftur á Selfoss eða? Nei, ég býð ekki, ég er með annan fótinn svo Selfossi, fer yfir brúnana slæði sko. Kér á milli bara. Já. En hvernig eru strákarnir í bandinu, Blár Opal að taka þessu? Eru þið svekktir? Já, svona misjafnlega svekktir sko, það er kannski eitt brjálaður og einum er alveg sama og einum þykist vera alveg sama. Já, en ég er samt ekki alveg sammálaður að hitt lagið hafi verið viðbjóður, hitt var alveg flott lag. Róli, ég sagði þetta ekki. Herru, þetta er algjör, Björn Bragi lækkaði í svona gæði. Segðu mér sér, ég sagði þetta aldrei. En sko, ein alvöru spurning þetta, ég er forvitin að vita sko, veistu hvernig það er með dómnefndina? Þú veist, raðar hún í eitthvað fyrsta, annað, þriðja sæti og svo fer fyrsta sæti eitthvað stig? Já, hún gerði það sko, hún raðaði fyrsta, annað sæti okkur í þriðja sæti. Þannig að við erum færust upp í annað sæti út á atkvæðagreiðslunni. Sett hún Magna í annað sæti? Já, Magna í annað sæti og hérna Jóns sæti fyrsta. En af hverju varst þú ekki að syngja í þessu? Nákvæmlega. Af því að það er út af mér finnst óþægilegt að horfa í myndalina.
Nei. Mér finnst alveg glatast, alveg, mér finnst glatast að típan bara í sjónvarpi, gæðin sem getur hort. Já, sko, sumir eru flottir að horfa. Eins og til dæmis Kristmundur, hann elskar það, hann alveg smellir og horfir fylgir sáttur. Ef myndavælinn kemur svona að mér, þá fæ ég bara fælni, sko. En byrju, við ætlum að stofna boyband, Ingo. Nei, ég veit að það er Ég vissi ekki af þessu, sko. Nei, ég veit, en ef ég væri með sólgleru geti ég gert það, sko. Já, maður er að fara að taka það lúk að vera með sólgleru í Íslandi. Já, ég veit, það er mjög Bubbur, hættu þið eða? Maður alveg hættur að saman með sólgleru? Menn miskil oft tilgangi með sólglerum. Sólgleru hafa þrennan tilgang. Fyrsta lagi að verja sig fyrir sólinni. Öðru lagi, að lúkka vel. Þriðja lagi eru sólgleru mjög góð við feimni og félagsfælni. Þannig að þeir sem eru feimnir og... En það er samt eitthvað rangt að sitja ógeðslega feiminn með sólgleru inni. Djöðlar hann feiminn, maður. Já, ég held þú myndir hætt að vera feiminn þá, þú veist. Ef ég setja upp sólgleru, þá er ég svo yfir svalur, sko, í alvörinni. Ég verð bara nýr maður. Nú, ertu einhvern veginn með sólgleru inni? Inni? Nei, aldrei, sko. Mér langar, það er bara út að ég er dæmdur fyrir það, sko. Ef það verður ekkert tabú, með sólgleru, þá myndi ég með sólgleru allstaðar. Þið veit að Stevie Wonder, sko, hann er ekki blindur, hann er bara mjög feiminn. Já, ríkala feiminn. Ray Charles var líka mjög feiminn. En þetta ég er endur af að sammála. Maður á að fara að taka þetta lúk meira. Bubbi náða að púlla vel alltaf með sólglerun. Náðan samt eitthvað að púlla, var það einhvern mann svo allt? Já, það ekki. Já, Bubbi, maður var aldrei eitthvað. Bubbi, akkur til með sólgleru, maður var alltaf svona bara... Hann reyndi að kom strax eitthvað, þetta er auðsjúkdómur, eitthvað sem er lélegast afsöku sem ég heyrt. Herðu, við ætlum að fá hérna take hér með Drake og Rihanna. Ertu nokkuð að fara? Nei, ég get spjalla með það. Fíla. 95 blöð með ykkur þennan mánudaginn. Ég og Björn Bragi verðum með ykkur til 6 en hann situr hérna hjá okkur, hann Ingo Idol eða Veðuguð eða Ingo Opal eða hvað sem þið vilja kalla hann. Eða Ingo Houston. Ingo Houston. Já, Ingo Opal. Herðu, og já, hann er svona búinn að útskýra þetta fyrir okkur. Hann sé vissulega svektur með niðurstöðuna. Og ætlar að kæra. Ætlar að kæra og vill komast að hverjir eru í þessari stjórn. En þú hefði farið út eða ekki? Já, ég vant sem höfundur lagsins og Bakú. Þið voru alltaf langað að koma þangað? Já, mér hefur lengi dreymt að fara til Bakú og ég er búinn að safna fyrir að ferða þangað helviti lengi, sko. En það hefði ekki verið gaman stemming? Jó, það er þvílíkt flott maður, farið í sig viðtöl. Þú veist, það er alltaf þvílík viðtöl og bara þvílík svona bara 10 fjölmiðla meðan taka viðtal við einhverja gæði sem engin veit hver er frá einhverju löndum. Svo þau þurftu að vera með þykk sólgleru þá maður. Já, nákvæmlega. En það er samt verið þvílíkt gaman að fara í sig viðtöl, sko. Ég hlakkaði langt mest til þess ef við verðum áfram, sko. Já, en hvernig fannst þér fyrir utan ykkur, hvað fannst þér besta lagið? Mér fannst fínt lagið sem vann, sko. Svo fannst mér hérna, ég gæti eiginlega sagt eitthvað gott um öll lögin, sko. Ég var svona þvílíkur sökkar á hana Regínulagi, sko. Svona girl power eitthvað saman. Mér fannst það mjög skemmtilegt lag, sko. Já, það var mjög skemmtilegt. Uppáhaldslagið mitt í þessu, sko. Ég var svona eiginlega, ég hallaðist að mér fannst Magnificent með flottasta lagið, sko. Með fullir virðingu fyrir þér og þínum strákum. En náttúrulega skandallinn byrjaði þegar Heppi fór ekki áfram, sko. Það var náttúrulega bara djók, sko. Það er Heppi, ég get sagt þér eitt maður. Heppi var alveg brjálaður að við hefum ekki að halda hérna atkvæðagreiðslunni. Hann gerði komment þarna hjá Kristmund Axel og kom með eitthvað 40 like á kommenti held ég strax. Já, hann fær nóg að lækum hann Heppi, ekki lofaði því. Já, hann fær það, sko. En nú er Valentínusardagurinn á morgun. Hvernig lítur hann út fyrir Ingo Veðuguð? Bara planað frá 9 morgunin, bara stanslist dagskrá. Ertu á lausu, Ingo? Já, heldur betur. Ok, þannig að þú ert ekki að fara að gleðja einhverja eina sérstaka á morgun? Nei, ég sé ég Hann ætlar að gleðja þér allar. Nei, ég ætla að setja, bara fara út að borða sjálfur, einhvers þar, Ikea eða Serrano eða eitthvað. Bara einn bara að fá sér good shit Serrano? Já, ég ætla að flott maður. En hvað, þú er ekki átt kærustu lengi eða? Já, ég hef nú átt kærustu, ég átt einan kærustu, það er ekkert mjög lengi, kannski 1,5 mánuð eða 2 mánuð eða eitthvað. Já. Svo gekk það ekki upp og... Það er ekkert hægt að temja dýrið. Nei, greiðlega ekki. Hvað hérna? Rólegir, sko. Það var bara ástin, sko, hún bara bankar ekki upp á hvernig hún er bara svo hafið, maður. Ástin er svo hafið. Já, en þú, Bjössi, nú ert þú náttúrulega hamingjussamlega giftur. Hvernig verður Valentínusardagurinn hjá þér? Vá, það er bara, sko... Er þetta eitthvað á Íslandi? Valentínusardagurinn? Nei, ég veit það ekki, sko. Er þetta ekki bara eitthvað enn eitt plottið sem að kaninn er búin að tróða upp á okkur? Mér finnst þetta ekkert spes dagur, hvort sem maður á konu eða ekki. Nei. Mér finnst þetta besti dagur ársins. Já, og getur kærastæðin verið eitthvað fúla því þú gleymir Valentínusdeginum? Nei, þetta er bara frá fyrirtækjum. Já, þetta er bara kjaftaði. Þetta er bara fucking kjaftaði. Þú er brjálaður. Nei, þetta er bara til þess að, er þetta ekki fyrir blómasala? Svo þið selji blóm, þú veist, 1 dag í viðbót á ári.
Já, þetta ekki. Það er konudagur og einhverjum svona nokkru dagar. Já, þetta er eitthvað svoleiðis bull bara. Það er drast. Já, en það er samt, maður fyrir Noregi, ég segi bara eins og Ingo, maður fyrir að kósa rann og hefur að kósa í bara. Fyrir vel við sig. Getið þið ekki eitt einum saman, svona fyrst að enginn er tilbúin að elska ykkur? Það er aldrei að vita að við kíkjum saman í ykkur. Hvernig er það? Er til hérna nafnið Valentínus? Er það til á Íslandi? Er eitthvað strákur sem heitir Valentínus? Ég ætla rétt að vona ekki, maður. Ég ætla að fletta þig upp hérna. Það er leiðilegt nafn að bera, heita Valentínus. Nei, kallaður Valli. Já, reyndar Valli er flott. Þetta er alveg vel, sko. En hvað er framöndan hjá Ingo? Herru, ég skal bara segja ykkur áður nú svarar þessu. Ég fletti þessu upp á já.is og það eru 4 sem heita Valentínus á já.is og mögulega fleiri sem að heita, já, þú ert Valentínus, jú, þetta er ágætisnafn. Þeir eru allir einhleipir og þunglindir á morgun. Þetta er sko, þetta er vélvirki, það er skipstjóri og ég sé ekki hvað hinn er starfað. Já, ok, þetta er bæðir svona, þetta eru harðir skipstjóri. Valentínus er svona Valentínus! Drullar út á borð, Valentínus! Þetta er gott nátt. Hann er eitthvað, ég er að semja ljóð! Hvað er framöndin af Ingo? Það er bara boltinn og syngja og... Já, þetta er sama gamla, sko. Já. Reyna að gera eitthvað úr þessu lífi, sko. Já. Og hvað en þú ert að vinna á daginn? Ertu bara tónlistarmaður? Já, ég er mikið að semja lög, sko. Mikið í gullnáminu. Ég er ekki mikið að koma. En það eru talandi þess að sögu á hann, að vera svona taggaður. Þetta getur verið að versta svo lendir í að þú ferð ekki til á Facebooki og ert taggaður af einhverjar ógeðslegri myndaðir. Já. Þú veist, ég er ekkert að segja að maður sé alltaf að lendi í þessu, en maður hefur lendi í það og þú veist bara enginn sjá þetta. Þannig að ég á samt enga sögur sem ég og Ingo sagði hérna á hann, ég viðurkenna það. Þú varst samt að biðja okkur núna þegar við tókum lagið að nefna að það væri alltaf fólk að biðja mynd af sér með þér og setja það inn á Facebook. Þú veist eitthvað, taka þess að þú veist, fólk er alveg að biðja mig mynd og svona líka eitthvað. Spurði eitthvað, en herru, já, við bara, Ingo, bara takk hjálpa fyrir komuna, nema þú getur allir að sitja hérna eitthvað með okkur. Ég er reyndar út að skemmtilegt að spyrja. Eina innkomi viðbót með Ingo. Já, eina innkomi viðbót, við skulum fá hann með okkur hérna í Barnalandsumræðina á eftir. Já, það verður gott. Förum í auglýsingar, svo er það hvað er að gerast í Barnalandi og netmisnotkun og fleira. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. 2 flottir plötusnúðar frá Noregi. Jamie og TTK hita upp ásamt einum allra besta íslenska plötusnúðunum Danna Deluxe. Ekki missa af magnaðri upplifun með Tiesto. Miðasal er í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borða pizzu. Já, Dominos 58-12345. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Gretja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Gretja. Lakkeról slettir úr körullanum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 9. Me syngur, Mad Con á FM 957. Þeir að hlusta þáttinn FM 95 Blö og Bjössi verður með ykkur til 6 og hann situr ennþá hjá okkur, hann Ingo Veðuguð, Ingo Idol, en það er hins vegar komið að Lífið í Barnalandi. Já, lífið í Barnalandi. Og Björn Bræði, þú heldur svolítið utan á það. Já. En það ertu mikið þar inn, ferðu mikið inn á barnaland.is? Mjög mikið. Ingo, ertu þar eitthvað eða? Já, ég er virkur notandi. Hvað er notandi þar með þetta? Það er mamman 4. Nei. Hversu tapist væri það maður? Hvað er þetta að gera? Ég ætla að posta að setja, hvað er þetta? Mamman 4? Næja, hvað er að gerast í Barnalandi? Herru, það er af ýmsu að taka. Ok, fíla. Ég veiti það nú nokkur topic. Það var svolítið gróft síðast, það var svolítið klámfengið, þær voru í einhverju stuði í síðustu viku, mástu? Já, það er svona februar komin í mannskapinn og ég veit ekki hvað er að segja. Hérna, fyrsta er náttúrulega Eurovision. Já. Og það er bara könnun. Ertu sáttur við Eurovision-lagið okkar í ár? Ok. Og niðurstöðunar á Barnalandi eru að 60% eru sátt, 40% eru ósátt. Ok, þannig að 60% sáttir. Ingo, þú ert mjög ósáttur. Barnaland, spoken. Já. Þetta er bara, já, ég meina, þetta er ekki lýðræðislegt. Þarna er allavega fólk sem, þú veist, er bóttið að kjósa og læti þessu máli varða. Hvað kaust þú oft sjálfur, Ingo? Ég, Hvað splæstir í þetta?
Ég sé kosið ángrín svona 3 svar. Sverða, sko. Sverða. Ég ekki svo Ég vissi alveg að segjum svo ég kosið 100 sinnum, það er alltaf ekki breytt niðurstöðunni. Nei, nákvæmlega. Við hefðum verið efstir eða ekki efstir. Ég veit, það held að skipta engu máli eitthvað þú situr og ert eitthvað að kjósa. Þetta eru 19.000 atkvæði. Já, þannig að það er reynda góða punktur. Ég var einhvern tíma að vera að kjósa sjómannsmann ársins eitthvað, það voru 5 svona tilnefndir og svona símakostning. Þú varst með 5 í vinnu við að refresha og kjósa þig? Já, þetta þú vorst að hringja í númer, sko. Þá var ég ég veit ekki ég hringdi allavega svona 10-15 sinnum. Já. Maður hendur alveg 10 á þetta. Já, en ég held alvörinni að myndi ekki skipta máli, veist. Nei, það er góður punktur, sko. Herru, hvað er meira í Barnalandinu? Herru, svo bara eitt í viðbót úr Eurovision umræðinni. Það er þráður sem að ber titilinn Mér finnst Magni heitur. Ok. Og svo stendur annað en Jónsi. Hvað finnst ykkur um þetta, strókar? Hvor er heitari? Vill að vega Jónsa þarna. Já, mér er ekki Magni. Hvor er heitari? Ég veit ekki. Jónsi er náttúrulega, 2% fita, sko. Sko, ég myndi frekar sofa hjá Jónsa. Já, en ég myndi vilja kúra með Magna. Já, Magni meiri kærasti, held ég. Hvor finnst þið myndalega, Ringo? Ég finnst Maxi svona, Magni vera meira svona sexy típa, svona. Maxi er þetta miklu flottar enn Magni, þannig að við skulum kalla hann Maxi það sem eftir er. Maxi, maður. Já, þannig að þú ert skotnari í Magna heldur en Jónsa. Já, ég finnst það meira testosterón, hann höfða betur til kallmann og svo svipa á Bruce Willis eða svona gæði. Já, góður punktur. Þá vitið það hlustendur að, hann Ingo myndi frekar fara á Magna en Jónsa. Hvað er meira í Barnalandinu? Það er ýmislegt meira. Örstuð hérna, kynfræðsla á heimilinu. Foreldrar, eru þið með kynfræðslu fyrir börnin ykkar? Eru þið með fræðslu breytingar og líkamannum, blæðingar, kynlíf og þess háttar sem þið gerist? Þetta er nákvæmst. Eða treystið þið á skólan og félagana til að sjá það? Já. Þetta þú varst að segja að þú hefur átt vikuleg samtölu við föðurinn kynlíf og... Já, ég get lofað því að pappi, hann væri svo síðasti til að vera með kynfræðslu við mig. Honum finnst bara pappa finnst óþægilegt að segja orðið tippi, held ég, sko. Hann þolir ekki svona, sko. Þannig ég fengu þig einhverjum svona fræðslu eða? Ég er mjög litla, sko. Maður ræðir þetta sjálfur með félagunum. Það er ekki betur fengið aðeins meiri fræðslu, kannski. Já, segir mig þá, maður. Mamma var ekki heldur að fara neitt yfir þetta með mér, sko. Nei. En hjá þér, Bjössi? Nei, ég held ég var bara verið svipum pakk á þitt. Já, ég held að við Íslendingar erum, kaninu svolítið í þessu, sko. Já, en þess vegna erum við kannski öll svona rugluð. Af því að maður lærir þetta bara á götunni og í einhverjum klámyndum. Maður lærir þetta bara á ömurlegri reynslu. Hver hefur ekki lendið því að vera að horfa á eitthvað mynd kannski á stöð 2 eitthvað bönnuð innan 16, sko. Kemur eitthvað brjála kláma til út með mömmu og pappa eitthvað að horfa á. Já, það er alltaf óþægilegt. Það er leðilegt, sko. Það er ekki vinsælt að vera með bónur fyrir raman fjölskyldum. Það er eitthvað sem hún vildi ekki. Er það æskuminning? Nei, aldrei með bónir í fjölskyldubúði. Það er eitthvað meira á Barnalandinu? Herru, hérna er eitt, sko, þetta er aðeins lengri en hann er bara svo skemmtilegur, ég ætla að lesa hann allan. Því að hann tengist okkur. Og titillin er Oj, hann er ekki eins og Auðun Blöndal í framann. Þetta er þetta góð titill. Já, og hefst þá lestur og þetta er Maltöl sem að pósta þessu. Ok. Það var umræða hér fyrir nokkru skapahár, hvort fólk vildi hafa þau vel snyrt eða ekki, en jæja, Öddi Blöð og Björn Bragi tóku þessu umræði þáttinn sem ég hlusta mikið á hlæmi máttlusa. En aðalatriði fyrir því, aðalatriði fyrir því að ég setti þetta inn var svo að BB sagði að passleg sítt á skapahári á kallmönnum væri eins og Öddi er í framann og á kollinum. Hann sérst vildi vera eins og hann bara neðan. Geggjuð umræða innan söga. Svo er komið vandamál. Ég fór að hitta gaur og svo þegar við fórum lengra fór ég með hendina niður á hann og kræst af einhverju furðulegri ástæðu poppaði þessi umræðu upp í hausnum á mér og maðurinn var svo langt frá því að vera svo Öddi í framann, hann var meira svona eins og Pétur Jesú. Ég var næstum hætt við en klára verkið og hef ekki viljað hitta hann síðan. Er ég ógeð eða átti ég rétt honum sköfu og segja hérna elskan og þær eru til að taka aðeins til í þessari órækt? Já, er ég ógeð, spyr hún, já. Já, ég veit ekki. Að klára verkið? Já. Hálna verk þá hafið er. Já, hún bara lesi hafa þetta, sko. Það er ekki best bara stundum, bara býta bara í axlinn og... Hvernig ert þú í skapaháradeildinni, Ingo? Ég ræði þetta ekki, sko. Þetta er svo lágur planist, strákar. Ertu... Leifur þú svo að vaksa bara það? Ingo Jesú. Strákar, í alvörinni, sko. Tölum eitthvað annað, maður. Þetta er alveg svakalega umræða, maður. Í alvörinni, sko. Þetta er alveg... Ingo við okkur sittur þetta eldröður framann með okkur í stúdíónu. Þetta er þetta rétt. Það er prúðurpiltur. Já, en... Og er Barnalandi búið það? Nei, það er ekki viðbót. Þetta er heldur besta notnarnafni sem ég hef séð hingað til. Feit í flís. Þetta séð að tala flís, svona peysur. Já, feit í flís. Þegar ókunnugur maður sem lúkkar ekkert illa, ég gæti verið að tala þig, veit ég, hérna. Þegar ókunnugur maður sem lúkkar ekkert illa
Svo samþykkið þið vinabeiðnin hans, því ykkur geti langað til að kynnast honum meira, en svo kemur í ljós að hann er bara pervert. Er málið að dílíta eða blokka eða gefa séns? Það segir sér allt, eða ekki? Það var ekki að dílíta svoleiðis. Þú ert nú svolítið í þessu, Ég er nú perri mér, margt er ég skal taka ímislegt á mig. Þú ert aðdara ókunnum konum og einnig svona kynnast þeim og þá ertu þess að treysta þér og svo BOOM! Byrjar að perrast þér. Svo þetta er perrininn. Nei, ég hef alltaf verið laus allan svona perraskap sem betur þess. Þetta er nú svona að gefa út lífinu gildi kannski ef ykkur addari sem er ykkur furðufugl sko. Það fer að skrifa eitthvað skemmtilegt, þú veist, þá þarf ekki að fara alveg í vörn, eitthvað dílit blokk. Heldur frekar svona að njóta þess og kannski sína vinuðinum ef hann býður upp og skrifa svona eitthvað furðulega hluti að geta hlegið því sko. Þú átt nú svolítið mikið af vinum Ingo, ert að lendi í svona perrum á Facebook? Nei, ég lendi nú í alls konar svona furðulegum spjalli oft sko, en því ég tek stundum spjalli sko, eitthvað, blásaður, það segir kallinn, góður, svo kemur einhver umræða sko, maður finnst það oft gaman bara að svara og taka þátt sko. Já, okkarlega. Svo klippir maður þetta út, eða prentar þetta út sko. Já, og sínu félagum. Já. Herðu, er Barnalandi búið í dag? Það er búið. Já, herðu, þetta var fínast að þér og þakka þér kærlega fyrir þetta, Björn. Ég vil þakka mömmu 4 fyrir að vera með okkur og taka þátt í þessu. Já, ég vona hún sé að hlusta núna. Ég var ánægður með hana. Við þökkum honum Ingo Viðuguði kærlega fyrir komuna. Hann er farinn, strákurinn, fara á fótboltaæfingu eitthvað og skemmtilegur strákur, ríkala hress. En það er eins og já, ég ætla að toppa þér núna í smá grín með mér hérna, Bjössi. Ég er alltaf til í gott grín. Já, herru, það er hérna, við vorum að tala áðan kosningar. Já. Það er verið að kjósa sjónvarpsmann ársins inn á Vísi. Já. Og ég hef búin að hvetja alla mína hlustendur til þess að kjósa Steinda Junior. Já. En svo hringdi ég í hann á föstudaginn. Já. Og lét svona eins og hann væri að biðja mig að biðja hlustendur að skilur upp. Já. Svona, ég líta þannig út eins og hann hefur verið að biðja mig að segja hlustendum að kjósa sig og hann var alveg brjálaður. Ég var spáði að hringi hann aftur núna og segð þú núna skilur að þú sért búin að gera það sem hann baði um. Já, hringi mig því hann. Þetta líka skiptir hann miklu máli, hann langar í titilinn. Já, sjónvarpsmaður ársins, hvað vil það ekki? Vona bara svari hérna drengun. Hann er ekki að svara. Steindi? Já. Blessaður, þetta er Björn bara hérna. Já, blessaður. Blessaður, herru, ég er hérna í FNÍ5 blöðmaður, þú ert í beinni. Ok. Hérna, ég ætlaði bara að segja þér að, veist, ég var að gera það sem varst að nefna um mig þegar ég hitti helgina að fá alla til þess að kjósa þessum sjónvarpsmann ársins. Ég ætti ekki að grínast Björn Bragi. Þú varst ekki... Hvernig nennur að taka þátt í þessu með honum? Þú varst að tala um það þegar ég hitti þig þarna í bænum. Þú varst komin að þessi glas og varst eitthvað... Við erum að gera það sem að baðstu um. Í fyrsta lagi, Björn Bragi. Viltu... ekki um helgina. Hvað segirðu? Jöfnveld er þetta illa, þetta er svo... Akkur þetta fáið með þér í þetta, Björn Bragi, ég trúi ekki upp á þig. Við erum að segja öllum að kjósa það, en ég vissi ekki að vera búin að Þetta er alltaf lægi, hann sagðist alltaf bregðast svona við eins og hann væri ekki eftir reyður, skilur við. Hann sagði, nefnd þú þetta? Ég ringdi í því, ég var búin að tala við auðvitað um þetta aftur. Það var bara að lofa að gera þetta ekki. Nei, en það er ég ekki að þessu, Björn Bragi, ég vissi ekki að vera búin að biðja Björn Bragi líka að segja öllum að kjósa það. Nei, Steindi er góður leikar líka, hann sagði, þú veist, nefnd þú þetta og ég, svona, þú veist, ég verð ekki eftir reyður, svona, þú veist, þannig að til þess að fá atkvæð út af það eins og ég sé ekki eftir hóvar. Viltu eitthvað, hérna... Ég veist, mamma og smorðmar, ég er að segja það, ég sverða... Viltu koma með einhverja ástæður fyrir hlustendur? Þetta er geðveik sería sem þú varst að gera. Já, frábær. Hún er frábær. Ríkala góð, til hamingju með hana, Steindi. Þú átti þetta algjörlega skilið. Takk fyrir það, stráka mín. En Steindi... Hún er ekki tilnefnd. Nei, hún er ekki tilnefnd, en þú tilnefndi sem sjónvarpsmaður ársins. Já. Og hérna, er eitthvað sem þú vilt segja við hlustendur og viltu peppa á eitthvað og að þú varst að biðja okkur að segja með kjósa? Ég myndi alltaf að hægt að nærast í mér og vera að fokka í hlustendum svo mikið. Já, en ok, þannig að er einhverju fleiri sem þú ert búin að biðja um að segja þetta í þættinu mínum? Ég er að fara að skella á okkur bara. Er það að gera þetta í fleiri miðlum? Er það ekki bara leitaður, strákar? Hvað er þetta að gera annars? Er þetta ekki bara leitaður? Hvað er þetta að gera? Nei, strákar, getið þið sagt, please, leiðir þetta. Leiðir þetta hvað? Þú getur ekki það vita þegar ég sé ekkert að byggja um þetta. Hætti að vera að fokka svo. Þetta er flottu titill og þú varst að segja mér og viljir ekki vinna sjónvarpsmaður ársins, Steindi. Manstu, þú varst komin í einhvern sterkan drykk og varst að geta reyður yfir í hvernig það fór í fyrra og sagði eitthvað, núna, þetta er árið mitt, svo öskraði eitthvað, þetta er árið hans Steinda, talaði alltaf um í þriðju persónu. Þetta er árið hans Steinda. Ég tapaði í fyrra maður, ég meina, hver var annars fyrir fyrra? Mann það engin. Þóra? Jú. Steinda, Nei, Þóraði ekki. Alveg,
kjósa þess að keks og snakkbóka hægri vinstri, þetta ekki hægt. Nú það komið tíma, en við ætlum að segja öllum hlustendum að kjósa þess sem sjónvarpsmann ársins. Farið á vísi.is og gefið Steinda ykkar atkvæði. Þá er þetta komið í loftið, Steindi, heyrir. Það væri, hérna, mennur samt að skútir þetta líka og hætta að fokki mér og allt þetta. Það er leitar. Ég fer að skrifa einhvern leyndamálum hérna í loftinu. Þá lækka ég þér og það strax, ég heyri þér. Næ, já, Steindi Junior tilnefndur sem sjónvarpsmann ársins, farið inn á vísi og kjósið drenginn, hvort sem að hann bað okkur að segja þetta ekki. Förum í auglýsingar og svo hér rétt handa af hornið netmisnotkunin og fleira. FM 957 og Hátækni ætla að gefa þér möguleika á að eignast nýjan byltingarkenndan Android síma frá Motorola. Razer er aðeins 7,1 mm þunnur og er þitt þynnsti síminn á markanum í dag og jafnframt svo sterkasti því síminn er úr kevlarefni sem er sama efni og er notað í skotheld vesti. Svo er síminn vassvarinn með nanotækni. Ef þú vilt eignast þennan frábæra síma sem kostar 99.995 krónur skaltu fara sem snöggvast inn á fm957.is og skráðu til leiks. Föstudaginn 17. febrúar þarftu svo að vera með gamla síman við höndina því þá hringjum við í heppin vinningshafa. FM 957 og Hátækni, grjóthörð og vassend. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Ég elskar að sjálfa mig tvisvar í gjör. Já, er það? Jesús. Varstu að njóta ástæða með sjálfu þér? Nei, það er það ekki. Sem eitthvað upplýsingar Lárus. Já, það er, þú er náttúrulega singul, þú getur gert það hvernig sem er. Getur ekki gert það ef þú ekki singul? Jú, en ég meina þú veist, hann er bara singul, hann getur bara, hann þarf ekki að fara í sturtu eins og hinn. Virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Póstviðgerðir. Póstþjónusta BJB. BJB.is. Alveg með þetta, syngur Lego húsið sitt hérna í FM 95 Blöð. Ég og Björn bara verið með okkur til 6 í dag og já, það er komið að lið sem að heitir netmisnotkunin. Þetta er eitthvað sem að Óli gervinn og okkur hefur lent nokkur sem í. Hver var fyrir barðinu á þeir núna með okkur? Herðu, sko, eins og við gerum alltaf, þá draugum við upp úr hatti úr öllum Íslendingum og það er aftur Óli Geir. Nú, ok, er það Óli Geir í dag? Ótrúlegt, sko. Ég er líka, það eru engar. Nei, nákvæmlega. En það er nóg að vera á Facebookinu og Sola. Já, eins og alltaf. Eins og alltaf. Og nú erum við sko með fullt af statusum og það er mynd sem við þurfum að ræða á allir bakinn. Já, samanlega. Og sko... Það þarf að ræða þessa mynd. Ef ekki bara byrja á myndinni. Já, byrja á henni. Já, sko... Ég á ekki nógu sterkan orðaforða til að lýsa þessari mynd. Einn versta mynd sem ég sé. Já. Það er bara þannig. Því miður, Óli, sko, hann er vinur okkar. Já, Óli er nettur gauð, sko, ég kann vel við Óla. Já, en þessi mynd, sko, hann er að sína, sem sagt, byssurnar, upphandlegin á sér. Já. Tattúið, hann er búinn að slífa þetta í gang. Já. Og það er sem sagt tattúið yfir allan handlegginn. Já. Í einhverju ljótasta ból sem ég á ævi minni sé, þetta er svona eins og gamalt sófasetti eða eitthvað. Já, ég ætla að segja með svona gardínur úr einhverju svona ógeðslegri 60s íbúð, sko. Já. Þetta er ljótastu bólur sem ég séð. Reyndar flott greiðslan á honum, en lúkið sem hann er með, það er svona eins og sé að vera að opna reglifinn í raskatinn á honum. Hann er svona, þetta er eitthvað skrítið þessa mynd. Vorum við ekki að tala um að þetta að vera svona lúkið þegar þú ert að fá verjast sandfóki? Þú veist það, svona hlaupið eðmörkuna, ógeðslega mikill sandur. Blása sand í auguna þér, lúkið. Þetta er svona þannig, en fólk er líka sko hérna, sko kommentin, ég ætla að lesa nokkuð komment sko fyrsta er hérna, eða þú veist það fær kommentin í hverju ertu drengur, annar postar bara ha 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 ha, hérna postar kommentar eitthvað stelpa, svo að það varst þú sem stalst bólnum mínum, svo kommentar eitthvað gaur ha ha ha, þú ert svo mikil skvísa, þannig að fólk er svona aðeins að gera grína, Óla, kannski er þetta húmor líka hjá honum. Já, það hlýtur að vera, ég minna annarkvæmst tapaðan veðmáli er að grínast, það er ekki annað hægt, ég aldrei segja bljótan ból. En svo byrjum bara hérna á byrjunni og þetta er bara frá því á föstudaginn, þetta er bara helgin. Óli Geir, helgin hjá Óla Geir. Já, hvaða rasshaus setti fréttablaðsbox á ljósastörin fyrir utan húsið mitt? Engin svefnfriður því lokið á boxinu alltaf slást í ljósastörin. Fór út og braut lokið á kassanum. Wow. Svo er það næsti status og það er líka á föstudaginn og þetta er klukkan 10:30. Já, ekki til orð hvað suma mannesku geta verið ógjörtlegri gegnum netið. Vá, fela sig baku tölvuskján og láta allt flakka. Hann er ekki sáttur, það er greinlega búið að rakka niður eitthvað í tölvunni. Já, við þurfum að komast það í hvað. Hann fær 65 like á þetta, sko. Já,
fólk sem hefur greinilega lent í sjálf. Svo sko, hann fljótur, hann hefur greinilega að tekið bara þyrlu sko, af því að svo hann allt í hennu bara í næsta status. Ég í baði á Súðavík, toppaði það. Hann var brjálaður heima á sér rétt á það. Já, kannski þurfti hann að róa sig niður. Já, hann hugsa að ég tek næsta flug til Súðavíkur og fer í bað. Hvað betra að þú ert brjálaður að fara í bað á Súðavík? Það róar alla. Ekkert betra. Herðu, svo það greinilega, hann var eitthvað að ferðast þarna því að svo kemur næst Vesturslóð og Ísó var cool, sveitt stemming, móð á gluggum og nokkri berir að ofan. Takk fyrir mig Ísafjörður, vonandi sjáumst við aftur sem fyrst. Broskall, ætla að reyna að mæta á réttum tíma í flug einu sinni. Hlæjandi kall. Já, svo sko klukkutíma síðar þá sko, veistu, ég minni á þetta í síðasta status, ætla að reyna að mæta á réttum tíma í flug einu sinni, stór broskall. Klukkutíma síðar mista fluginu mínu, hvað málið? Fuck. Með 4 Fuck. Það alveg fuck. Sko, ætla að slá þráðan til að segja það? Já, ég alveg til að prófa. Já, hendi hann og meðan ég tek hérna síðan nýjasta, hann ekki sáttur við sko, við úrslitin í Eurovision. Við erum búin að tala mikið um það og hérna hann segir það greinlega hefði ekki skipt máli þótt Blár ópaleið unni með 700 atkvæði með 7000. Dómnefndin hefði alltaf sendt Jónsson og Grétu út. Liðið sem stendur á bakvið þetta Eurovision rusli hérna heima neitar að yngja þetta upp, sendir alltaf sama liðið með fullri vinningu fyrir sigurvegarum kvöldsins. Mjög flott lag. Margir sem vilja fá endurgreitt fyrir að kjósa í símakostningunni finnst það samt bull þar sem allir vissu leikregluna fyrir keppnina að símakostningin myndi bara gilda 50% á móti dómnefnd. Hefði viljað sjá það að fara út, stemmingi fyrir Eurovision hefði verið miklu meiri. Ég hef séð Jóns að syngja rólegt lag á Euro áður, nenni ekki aftur. Þetta ekki smá status hjá honum, maður. Hann er reiður. Já, ég ætla að prófa að hringja henni hann. Tjekka hvort hann svari strákurinn. Óli Geir, svara nú. Það partíið alltaf, maður. Alltaf partí. Elskar þessa hringingu. Óli. Hæ. Hvað segir gamli? Mestari. Það hýnda við. Ertu góður? Ég góður, maður. Það ekki, hvað það blessa? Mánudagur í manni bara. Já, var það erfið helgi? Já, búin að veiku bara og Ísafjörður og maður. Já, ok, þú varst ekkert smáöppin, við dróðum þig út í netmisnótkunninni. Minn maður. Algjörlega af handa hófi maður. Þú ert ekkert smáöppin í þessu okkur. Ég bara ágætlega orð. Hvað, mistur af fluginu? Já, herru, ég var á Ísafirði og mista fluginu heim. Eitthvað þinga? Það sem ekkert nýtt. Nei. Og hvað gerðir þú? Það var með mér. Ég hafði haft svona góða stundir saman bara. Og hvað, þurftur það bara að gista aftur eða hvað, önnu vél eða? Það var önnu vél. Það var samt ógeðslega tæft að myndi fara í lofti en við komum samt heim í gerð. Jæja. Herru, svo sjáum við þú ert brjálaður yfir bláum Opal. Já, ég vilja sjá það á Eurovision maður. Já, við náðum að lesa að skín í gegn góð pirraðar hérna í nýjasta statusinniðinum. Ég örugglega ekkert sveini, ég ekkert pirraðar, ég bara hefði viljað sjá það, með fullri virðingu fyrir, þessum unnum skilur, Jónsi og Greta, mjög flott. Ég ekkert mikið inn í Eurovision-dótinu en þekki líka þess að stráka og svona, það bara, maður hélt bara með þeim. Já, skiljanlega. Hvernig vikan í Óla ger núna? Hvað að fara að gerast hjá kallinum? Herðu, það nóg að gerast maður, ég bara... Það alltaf nóg að gerast hjá þér? Það nóg partí. Alltaf partí. Ég með stórt partí á Center, Keflavík, heimabænum mínum, næstu helgi. Já, ok, en hvað meira það? Já, svo ég með, svo Úlfur og MC Gauti á Akranesi, breiðinni. Úlfur er nú að mínum að þetta með flottasta lagið í Íslandi í dag. Já, það er bara þannig og þeir ætla að vera á breiðinni Akranesi. Ég með það líka og maður er fullt. Nóg að gerast í kallinum. Sendiði bara dagskrána mína. Já, ég er meira en til í það. En við getum ekki sleftir á þess að spurja þið út í myndina þarna í bólnum. Hún er grjótörð. Hvað er að gerast þarna á þessari mynd? Hvaða bólur er þetta? Bólurinn maður, ég er búinn að fá svo mörg komment út á hann ból. Ég held þetta sé en ljótasta mynd sem ég séð. Þessi bólur er alveg bara hörmulegur. Hann er ríkalegur, hann er flott. Herðu, já, þú ert að lána með bólinn næst. Ég meira búinn að dílita fullt af kommentum, sko. Já, ok. Það er enginn sem þarf að vakta Facebooki sitt ég vel og þú bara. Hvað segir þið? Til að dílita og takka þá nóg að gera. Beintengt í síman, sko, nýja síman. Já, nýja síman. Það var hellt á símaðinu daginn, eða ekki? Jú, hann bara gafst upp. Já, nú fekst þið nýjan. Já, með nýjan. Herðu, Óli, alltaf gaman að heyri þér og við óskuðum bara alls þess besta og já, biðumst afsökun á þessu ónæði. Ekki
Kekka, Kalli, bye. Bye. Herðum, já, Óli í stemmingu í Keflavík og hann ætlar að vera með partí í sínum heimabæ næstu helgi. Alltaf partí. I'm coming home. Ég vildi vera með það. Every the Night syngur Lady Gaga. Við setjum þetta í miklu stuði, ég og Björn Bragi, ekki vottur af mánudögum í okkur, eða mánudegi í okkur. Jú, reynda ég verði ekki næst á mánudaginn. Nei, við erum í góð. Það er búið að þvílíkt partí. Herðu, ef þú mættir hérna velja hvað sem er, hvað myndur þú vilja vera? Mættir velja að vera atvinnumæður í fótbolta, besti körfuboltamæður í heimi, söngvari, gólfari, hvað myndur þú velja? Ég myndi vilja vera þú. Það, hvað er ruglað? Þú baðst mér að svara þessu. Þú ert ruglað, þegi. Hvað myndur þú velja? Ég myndi segja, sko, ég var að velta þessu fyrir mig bara fyrir stuttu síðan. Hvað er svona svalasta jobbið, sko? Já. Sko, það væri ógeðslega gaman að vera fótboltamaður bara í ensku, bara geðgóður fótboltamaður. En það er samt svo stuttur ferill. Ég hef einmitt hugsað það, sko. Þú færði eiginlega bara góð svona 10-15 ár þar. Já, ég held að ég væri til að vera Hollywood-leikari. Já, vel svarað. Er það ekki? Já, og sveimi það að vera svona eins og Clooney og Pittarinn og... Já, ég var einmitt að horfa Descendants núna í gær hérna með Clooney. Djöfull og hann er flottur, sko. Það er einhvern veginn, það er ekki hægt að vera illa við Clooney einhvern veginn. Nei, hann er ógeðslega góður. Já, hann er einn mestir spaðin í Hollywood, það er bara þannig. En þú sjálfur, hvað myndir þú vilja? Ég hef alltaf verið rosalega skotin í að vera rockstjarna, sko. Já. Bara hérna að standa fyrir framann 100.000 manns og allir að syngja lagið sem að þú samtir, sko. Ég held að það sé alveg ágætis kikk. Coldplay rockstjarna einhver svona. Já, ég var til að vera söngvarinn í Coldplay eitthvað. Sérðu til dæmis eins og bæði Rolling Stones og U2. Þeir eru ennþá í fullu fjöri, þannig að þetta er alveg góð 30-40 ár sem ég fengi þar. Já, sko, þú veist, ég ætla ekki að hljóma eins og ykkur algjör klísja, en heldur þetta sé samt skemmtilegt líf, þú veist, svona að vera alltaf eitthvað on the road og bara þetta er alveg geðveikislega slítandi, sko. Já, það er rosalega ég. On the road. Ég var heima bara í rútu og horf út úr gluggann og... Nei, þetta er alveg góði punktur í það, sko. Þetta er alveg erfitt lífverðni en samt eða út í hljómsveit með svona bestu vinniðinum og svona. Já, Jú, ef þú nærða svona að vera svolítið eðlilegur og eignast fjölskyldu og svona, þú veist, along the way. Já, nákvæmlega. Ég sem myndi setja rockstjörn en ef ég ætti að velja íþrótt þá held ég myndi taka golfið. Nei. Það er ógeðslega gaman að spila golf og þú getur verið heil lengi. Nei, það er svo nördalegt. Að spila golf? Já. Það var eins og nördalegt, Bjössi. Þangað til? Bara, þá til ég byrja að spila fyrir nokkru árum. Nei, það er í dag, þú ert ekki maður með mönnunum og getur tekið upp kilfur og farið í golf, sko. Já, ég veit ekki alveg með þetta, sko. Hvernig ætlar að sleikja byggumanninn og getur ekki fyrir golf? Það er reyndar mjög góð punkt. Það er eina ástæðan fyrir ég myndi mögulega byrja að spila golf. Pálminn er í golf. Herðu, við fáum auglýsingar. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Brynjar Már kynir 20 vinsalustu lögin á landinu í dag. Þú getur tekið þátt í kosningu listans með því að skrá þig í FM Plus inn á fm957.is. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. 2 flottir plötusnúðar frá Noregi. Jamie og TTK hita upp ásamt einum allra besta íslenska plötusnúðunum Danna Deluxe. Ekki missa af magnaðri upplifun með Tiesto. Miðasal er í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58-12345. Hér er í lófa lagið að finna lægsta eldsneytisverðið með nýja Orku-appinu. Orku-appið. App í hendi. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Happy Days á B5. Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Íslendingar, skorum á Ólaf Ragnar og Dorrit að vera áfram á Bessastöðum. Skráðu þig á slóðina áskorinn til forseta.is. Stuðningsmenn.
Háskólinn í Reykjavík skemmtilegur og persónulegur skóli. HR hefur algjöra forystu í tækni, viðskiptum og lögfræði og skiptinám í útlöndum getur verið hluti af náminu. Komdu í heimsókn á háskóladeginum eftir hádegi á laugardaginn og kynntu þér möguleika framtíðarinnar. Háskólinn í Reykjavík. Saman látum við hjólin snúast. Tiesto í Vodafone-höllinni 10. mars. Samstarf Sky Agency, Burn og Dominos. Tiesto. Ekki missa af Tiesto. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Tveir flottir plötusnúðar frá Noregi. Jamie og TTK hita upp ásamt einum allra besta íslenska plötusnúðunum Danna Deluxe. Ekki missa af magnaðri upplifun með Tiesto. Miðasal í fullum gangi á miði.is. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto ekki pizza, en hann borða pizzu. Já, Dominos 58-12345. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. No Light, Florence and the Machine hérna í FM 95 Blö. Bjössi, hvaða bíómynd það sem þú horft oftast á, veistu það? Góð spurning, það potið einhver svona sem maður átti sko á VHS-bólu þegar ég var lítill sko. Já. Þú veist, þá maður svona tók eitthvað upp og horfði bara endalaust á sömu mynda sko. Já, ég veit mína held ég. Ok, hver þín? Dumb and Dumber held ég. Ég held þessi alveg staðfest. Ég gæti tekið sko, bara steikt að maður skulle vera montas á þessu en sína hvað ég átti mikið líf hótt á Sauðárkróki á tímabili að ég gæti sko slögt og tala með henni og komið á réttu stað inn. Prófaðu það einhvern veginn að gera það? Já, fyrir fram að vinnu mína. Bara montaði. Ég held að mín sé Waynesworld. Já, Waynesworld ég reyndi búin að segja hann ríkalótt líka. Og hún finnst mér mjög skemmtileg. Eina sem að kannski slefar í Dumb and Dumber hjá mér hérna hvað ég hef hort oftast á væri Cable Guy. Já, þú ert Jim Carrey maður. Já, mikið, það reyndar löngu komið tíma að góða Jim Carrey myndi. Þú varst hún samt alveg orðin sko alveg 16 ára eða eitthvað þegar Cable Guy kom út. Já, ég er 15 ára á þessu tímabili eitthvað held ég. Já, ég var meira svona þegar ég var aðeins yngri þá var ég að taka myndir og bara horfa þær miljónsinnum sko. Já. En svo svona kannski, svona þegar maður var svona orðin úlingur sko þá var ég meira að taka eins og Simpson og eitthvað svona. Já, ég var rosalegur Herbie-gaur sko. Herbie? Þegar ég var krakki, já. Bjallan hana? Já, bíllinn hana, Herbie. Það sem eru munið getur Herbie eða? Já. Er ég 100 ára eða? Það var ekki Herbie, er það ekki bara eitthvað Lindsay Lohan dæmi? Nei, það var bara svona endurgerð. Rólugu gamli. Já, ég er sko... Nei, það er endurgerð, það er ekki upprunalega Herbie. Það er ekki alveg Herbie. Það er hérna, nei, ég hef séð Herbie sko, Herbie og He-Man var alveg málið fyrir mér sko. Já, þú horfði líka bara upprunalega Batman með Adam West og eitthvað svona. Og eitthvað það voldna. Nei, ég er ekki alveg svo gammal. En ég var að spæja að opna þetta fyrir línuna og að því að mér vantar einhverja góða mynd til að horfa í kvöld og ég ætla að spyrja hlustendur hvað er svo mynd sem að hlustendur hafa oftast hort á. Hringið núna í 511-0957. Hvað er svona, hver er uppáhaldsbíómyndið, Bjössi? Þú veist, mér langar ekki að segja Shawshank, en það er alltaf það fyrsta sem kemur upp í hugan. Shawshank Redemption. Já, ég ætla samt að segja American Psycho og Dazed and Confused. Já, reyndar er sko, Shawshank geðvúst, maður verður samt til að segja Shawshank. Já, en sko, hinn eru svona uppáhald. Shawshank kannski best, en þetta eru svona uppáhald sín. Herri, maður spyrjum hérna 3 hlustendur hvaða mynd þeirra hafa hort oftast á FM 95 Blö, góðan daginn. Halló? Halló? Ég held þetta hafi verið þarna úr Alien, þarna. Ellen Ripley. Halló? Já, góðan daginn. Hvað segirðu, mestari? Ég sé bara fínt. Er það ekki? Ég held að það sé Lord of the Rings, sko. Lord of the Rings sem voru oftast á? Já. Er það ekki samt mynd sem að vera þreyttur á bara eftir 2 skipti? Já, en það haldið það maður. Alls ekki. Og hvað erum við að tala um? 10-15 sinnum? Nei, sko, þegar ég var svona, 12 ára, fórið ég svona ámtjóks á hana svona 50 sinnum. Fórið ég alltaf á hana hvernig einast deg. En bara fyrstu myndina eða allan 3 leikina eða? Já, sko, fyrsta myndin fannst mér best. Já. Það er að koma núna á næsta árið, ekki? Er það núna jólinn, næstu jól? Það er Hobbitinn. Hobbit, jú, það er eitthvað bráðum. Já, en hvernig eldist Lord of the Rings? Ég hef ekki séð þetta lengi núna. Ég tók marathon mjóli, sko. Já, ok, varstu ánægð með þetta?
Já, bestu vinnar, sko. Bestu vinnar. Herðu, það eru meitt grjót, harðan Lord of the Rings aðdánda. Takk hérlega fyrir þetta, Unnur. Já, takk. Herru, maður sjá, við fáum 2 hlustanda í viðbót. Veist, ég er vonað að koma eitthvað með einhverja bíómyndir sem ég bara, ég ætla að horfa á hann í kvöld. Já. FN9 fyrir blöð, góðan daginn. Já. Hvaða mynd hefur þú oftast hort á? Brokeback Mountain. Nei, alveg. Já. Það er góð mynd. Já, það er ógeðslega góð mynd, en... Ég táraðist yfir henni. Það er hérna virkilega góð mynd, en ertu áttu konu eða ertu samkynniður eða? Ég er samkynniður. Ok, og þetta er, hvað heldur þú sett búin að horfa á nótt? Svona 5 sinnum. Hæ? Svona 5 sinnum. Svona, já, vá, alveg heilum. Nei, sko, nú er ég ekki samkynniður, en mér finnst þetta einhver fallegasta ástarsaga. Já, myndin er geðveik, sko. Svona love story sem að ég hef séð, sko. Já, sammála því. Hún er glæsileg. Herru, takk hérlega fyrir þetta, Unnur. Já. Ok, herru, þá er það Brokeback Mountain og Lord of the Rings. Tökum hérna síðasta hlustandan sem segir okkur hvaða mynd hann eru oftast hort á eftir 9 fyrir blöð. Daginn. Góðan daginn, hvað segir þú gott? Ljómandi gott. Það ekki. Það er Night at the Roxbury. Night at the Roxbury, það er þetta vel gert. Já. Já, það er vannmetinn Will Ferrell mynd. Hún er svona stemningsmynd líka. Hún er bara best, það er bara mig. Já, hvað heldur þú sett búin að horfa á nótt? Örglega yfir 20 sinnum, sko. Ég kann hann allir utan að. Ok, 20 sinnum, já, ég held að það sé svona talan sem við erum að horfa á. Ég hugsa að það sé eðlilega tala, 20. Já, það er komið svona ofnótkun, sko. Já, og hvaða mynd myndur þú mæla með í kvöld? Ég veit ekki. Í hvernig stuð ertu? Ég vil gráta. Gráta? Notebook? Já, notebook, hendur notebook á í kvöld. Herru, takk aðeins fyrir þetta. Já, bless. Ok, bye. Jæja, þá vitum við það. Þetta voru hvað? Þetta voru allt svona mismunandi myndir. Já, ég verð að segja, ég hataði Lord of the Rings, sko. Er það? Já, ég held ég sé bara oft tregur fyrir þær. Já, mér finnst það ógeðslega góðar, en ég tók hins vegar hérna Star Wars trílógíunum daginn aftur. Það var helvítið skemmtilegt. Ánægð með það. En herru, næst er það Úlfur, ég er farinn og já, ég er ekki frá því að þetta sé flottasta lagið á Íslandi í dag. Frá Sauðárkróki, Úlfur, ég er farinn. Varstu ekki að fíla þetta, Bjössi? Jú, þetta er helviti flott lag. Já, þetta er gott lag, maður. Herðu, það ringdi... Sauðárkrókur, besti staðurinn. Já, besti staður í heim, ég er að segja ykkur það. Farið þangað, prófið. Það ringdi einn með mynd sem ég var bara stengleim og ætla að horfa á í kvöld. Days of Thunder með Tom Cruise. Hún er hrikalega góð. Já, þegar hann er hann að kappakstur. Já. Kappi. Já, hann er í kappaksturum. En hvað er svona... Ég hef ekki séð hana. Í alvörinni? Já. Hún er ógeðslega góð, maður. Þú að tjekka henni. Bæði hún og svo er önnur mynd sem var alltaf miklu uppaldið af mér og já, svona hálfskammast mér var að segja, en það er 8 Seconds með Luke Perry. Vá, ég veit ekki hvað það er. Nei, sönn saga svona gaur sem að situr í 8 sekundur alltaf á svona nauti og svona rodeo. Lane Frost heitir hann. Vandamál sem við tengjum öll við. Já, það verða hann svo lengi á nautinu. Já. Hérna, en hvað svona þættir, hvaða þættir finnst þið bestu þættir allar tíma? Sko, finnst þið konur í þessa deil? Já, þetta er nefnilega góð og skemmtileg umræða. Sko, svona það sem ég set alltaf, þú veist, maður fær sér að éta og setur eitthvað í tækið, sko. 70 mínútur. Þá set ég alltaf 70 mínútur. Það eru bestu þættirni, ég er að segja. Strákana líka. Og hérna Ríkið. Svo hérna og Tekin og það eða atvinnumyndur okkar. Eða afnýskittur öfur. Já, þetta er svona þeir þættir sem ég mest að horfa á. Takk. Hvað er uppáldið? Stundum horfi ég bara á mynd af þér og hlusta á gamla upptökur af F9 blöð. Hvað er uppáldstættinir? Og klæði mig í bóð af þér. Hættu þessu álaftum við vera. Hvað eru svona bestu þættinir? Það er bara classics. Ég segi Seinfeld. Já, Seinfeld er gott. Og Simpson, gamalt Simpson efni. Já, ég var rosalega Simpson maður, ég er það ekki lengur. Nei, ég er ekki, tengi ekki nógu mikið við nýja stæði, sko. Ef þú mættir hitta annarkvort Cartman eða Homer, hvort myndir þú velja? Homer. Í alvörinni? Já, ég fíla South Park alveg, en ég datt aldrei svona inn í þessu Simpson, sko. Nei, ég er enda sammála því, en ég hef oft sagt það á þér að ég geti stundum óskað að Cartman væri bróðið minn. En ef þú mættir vera persóna í hérna sjónvarpsþætti, í hvaða sjónvarpsþætti myndir þú vilja vera? Og jafnvel hvaða persóna? Í hvaða þáttu myndi ég leika? Myndir þú ekki vera Gunther þarna í Friends?
Geðveikt hlutverk, ógeðslega skotin í Rachel. Nei, ég hefði maður mátt velja, ég hugsa að það hef ekkert verið leiðilegt að vera einn af Friends-genginu, sko. Nei, það er svona heillandi vinahópur. Já, ég uppáhaldsþættir mínir eru, maður verður að segja Friends, maður er búin að horfa svo ógeðslega oft. Svo það líka ég dýrka þætti eins og King of Queens. Það er óvænt, ég get horft endalaust á það og svo ég með 30 Rock æði núna. Já. Ríkalega skemmtilega, sko. Herri, ég held ég veit hver ég myndi vera þarna Hank Moody í Californication. Já, sá með það maður, hann er svo svalur. Það eru góðu þættir, Californication. Við tengjum líka við hann er svona washed up loser. Já, svona fyllibitt og auðmiki og það er uppáhaldskarakterinn minn. Það er bara það. Svona einhver ræfill. Já, en hann er hafði einhver sagt mér það fyrir 10 ári síðan að mér myndi finnast David Duchovny eitt svo svalast í bransanum eftir 10 ár, þá ég hleyju, sko. Nákvæmlega. Þvílíkt comeback í einu manni. Já, ógeðslega flottur. Reynda var aðeins að var svona allar þessar serjur, en fyrsta var Geðvik. Já, fyrsta er rosalega, sko. Það er þetta rétt þér, ég held að nýja sé núna ágætt. En ertu inn í eitthvað svona læknaruslinu? Ertu í Greys eða eitthvað svoleiðis? Geta ekkert svoleiðis, sko. Ég horfði aðeins á ER í gamla það, báðvættina. En ég dey bara, þú veist. Já, ég var að horfa á Greys Anatomy daginn einhvern veginn og þú veist, þetta er, fólk að slasa sig og svo er fólk að sofa saman inn á spítalhólm. Þetta er svona... Mér finnst það ekki leiðilegt. Er þetta svona á spítulum? Já, maður þarf að fara að finna. Spáði svona, gauðir sem ákveður að gerast læknir að þér áttur að fá að ríða. Herðu, jæja, ég ætla í læknanámið okkur. Er þetta ekki síðast að þetta? Það er allir með öllum og ég veist hvað, ég hlakka til að byrja að vinna á spítalanum bara. En er það fámjölusingar? Er ekki komin tíma á eitt feskan og góðan línubát? Hlölabáta. Með Orku-appinu getur þú gengið frá greiðslu fyrir eldsneytið inn í bílnum áður og þú ferð út í kuldan að dæla. Orku-appið. App í hendi. Nú eru sófadagar í húsgagnahöllinni. Allir sófar með 20% afslætti. 9. til 18. febrúar. Verið velkomin í húsgagnahöllina. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kretia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. FM 95. Íslenskt, já takk, þetta er nú stúlka sem að þú ættir nú að kannast aðeins við, Bjössi, Þórunn Antonía. Já, það held ég nú. Það er einmitt að koma út nýtt myndband við þetta núna. Ég held að sé verið að frumsýna það í kvöld. Nú, hjá henni? Já. Ok, vel gert. Þetta, já, mjög flott lag. Too Late syngur Þórunn Antonía. Þarna, ég vil nota tækifærið og óska öllum mannjumönnum til að hamingju með sigurinn helgina. Og ég veit, núna með að púlar ekki vera reiðir því að eins erfitt og mér fannst það, þá óska ég öllum Liverpool-mönnum til hamingju hérna daginn þegar þeir slóðu okkur út úr bikarnum. Þannig að ég hlýta mig að óska mannjumönnum til hamingju líka. Ég vil líka bara óska Tottenham-mönnum til hamingju með flottan 5-0 sigur á Newcastle sem er í 7. seti. Við getum óskað þess að Adebayor væri hérna inni, ég myndi að gefa honum high five því að gefa honum meira en high five. Sá bjargaði fyrir mig fantasy-vikunni. Ég hefði trúið að hann myndi loksins fara að gera eitthvað eftir. Hann var ekki búinn að skora heillengi, Adebayor. Nei, en sko hann var náttúrulega ekkert að skora, ok, hann var náttúrulega geðveikur, lagði upp 3-4 mörk. 4, já, skora. Nei, sko, eitt af þessu var samt bara skot sem var varið og svo var sko verið að fyrir eftir. Já, reyndar. Ég myndi ekki alveg telja það sem stóðsendingur, sko. Nei, kannski ekki. En það er magnað samt hvað hann er mjög góður, ég er mjög ánægður með hann, en hann er ekki að skora mikið, sko. Nei, það fyndi líka með þessa leiki, Man U Liverpool, sem hann var helgina. Ég næ ekki að njóta þess að horfa á leikin. Mér líður bara illa. Já, spenningur. Já, bara, allir vinir minn og ástæðan fyrir að ég þoli ekki Liverpool er að því að ég á nokkra púlara sem eru bestu vinir minni og þeir eru svo leiðilegir og bara Sigmar Viljámsson til dæmis sem að flesti þekkja hamburgarakóngurinn Simmi, hann er eitt svo allra leiðilegasti. Ég held að hann hafi verið búinn að senda mig 15 SMS í fyrirháleik. Bara svona eitt lið á vellinum og eitthvað þó að United hafi verið meira hann er bara svona... Sko það er nefnilega, þetta eru mistök nummer 1 í bók fótboltaáhugamannsins sko áður en að dómarinn flauta. Já, honum er alveg sama, hann vill bara fara í töðunum. Já, ég er að segja sko, þú veist, fínt hjá honum að bögga en gera það þá þegar dómarinn búinn að flauta fokkin leikinn af sko. Já, ég skal bara lesa þetta fyrir þetta, ég er með þetta í símanum, maður sjá. Ég er nefnilega, ég þóra aldrei og vil aldrei horfa á leiki sko með mönnum sem að styðja andstæðinginn sko. Nei, það er, ég vil bara horfa á þetta með mönnum, sko, hérna er þetta. Í vernduðu umhverfi. Já, hann byrjar hérna, tilbúin í þetta, Man U Liverpool, ég svara honum aldrei, sko. Já. Það er fyrsta SMS-i, tilbúin í þetta, Man U Liverpool. Svo fekk ég bara strax frá honum, Evra byrjar að væla og leikurinn ekki byrjar, 4 upprópunarmerki. Á næsta SMS, og kemur næsta frá honum. Evra fer á kostum í dag, stúta sínum eigin mönnum. Þetta er greinilega þannig að hljópa á Ferdinand eða eitthvað. Svo kemur hérna, ert að grínast hvað Man U eru lélegir?
Svo kemur næsta. Verða að gefa Man U að þetta eru bestu mínútur í sögu Man U. Þeir hafa aldrei spilað betur. Þá var Rooney nýbúinn að koma okkur í 2-0. Svo sendur hann til að hamingju með besta leik sem Man U hefur spilað undir stjórn Ferguson. Eftir leikinn. Veist, hvað þetta hægt? Hvernig hægt? Það sendir ekkert á móti? Ég svara honum aldrei. Okay. Ég sendi reyndar eftir þennan leika því ég var búinn að fá mig 2 bjóri. Ég sendi Top of the League. Það fekk ég náttúrulega tilbaka frá honum. En í byggarnum. Svona þetta. Þetta var Sigmar Viljánsson. Herru, við erum að detta í rólu lögin núna því að það er komið að Charlene Soraya, Wherever You Will Go. En svo endum við þetta á partíu eftir. Já, endum við þetta. Það er eitt lag eftir. Ég ætla að finna eitthvað gott mánudagspartílag. Man ætlar að kvefast. Þetta er svo fallegt hjá henni. Charlene Soraya, Wherever You Will Go. Talandi að fara, hvert er þetta að fara, Bjössi? Ég fer alltaf núna á mánudögum til móður minnar í mat. Vel gert, maður á að hitta mömmu svona mánudum. Já, mánudagur fyrir mömmu. Já. Hún ætlar að elda kjúkling. Með gamaldags good old fashioned chicken with french fries. Good old fashioned chicken. Yeah. Já, hún er ekki mikið að bjóða mér, mamma henni. Nei, hún myndi kannski bjóða þér næst. Já, endilega, skilaði kvæði. Herðu, við endum þetta alltaf á mánudum. Nei, ég er ekki hissa. En við endum þetta alltaf á partílagi á mánudum. Fyrir þá sem er að koma sér í gírinn fyrir kvöldið. Það er nóg að liðið að núti sem er að fara að gera eitthvað skemmtilegt. Ég veit að Rikki G sem er að taka við okkur hérna, hann er búinn að opna sinn fyrsta. Já, Rikki er á öðrum bjór, segi ég. En það mánudagur. Hann er svona mánudagsmaður. Já, ég reyndar myndi ekki drekka í kvöld til að berga lífið mínu, en það er annar mál. Þú ert líka hættur að drekka núna? Já, ég er hættur núna. Hættir alltaf á sunnudögum og byrjar aftur á föstudögum? Já, ég reyndar, ég ætla að taka, ég er ekki frá því að taka í janúarblöð í mars. Það er bara þannig. Ok, þarf hún ekki að heita eitthvað annars? Marsblöð. Blöðmars. Blöðmars er reyðilega flottara. Svona eins og frómars. Svo X-mars? Já, Blöðmars. Mary Blöðmars. En það komið að mánudags partílæginu og það er rándýrt að þessu sinni. 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. 2 flottir plötusnúðar frá Noregi. Jamie og TTK hita upp ásamt einum allra besta íslenska plötusnúðunum Danna Deluxe. Ekki missa af magnaðri upplifun með Tiesto. Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borða pizzu. Já, Dominos 58-12345. Er aðeins 7,1 mm þunnur og er þitt þynnsti síminn á markanum í dag og jafnframt svo sterkasti því síminn er úr kevlarefni sem er sama efni og er notað í skotheld vesti. Svo er síminn vassvarinn með nanotækni. Ef þú vilt eignast þennan frábæra síma sem kostar 99.995 krónur skaltu fara sem snöggvast inn á fm957.is og skráðu til leik. Varst að njóta ástæða með sjálfu þér? Nei, ég sagði það ekki. Sem er upplýsingar, Lárus. Já, það er, þú er náttúrulega singul, þú getur gert það hvernig sem er. Getur ekki gert það ef það ekki singul? Jú, en ég meina þú veist, hann er bara singul, hann getur bara, hann þarf ekki að fara í sturtu.